Þátturinn unnin í samstarfi við Bláskógabyggð. Í þáttunum mín leið höfum við talað við alls konar fólk úr öllum áttum. Þættirnir með á því að auðvelda þér að finna þína leið og fylgja þinni sannfæringu, enda allt hægt. En við skulum aðeins rýna fyrst í hvernig við veljum okkar leið. Það eru ákvarðanir ofan á ákvarðanir sem maður tekur í ljósi einhverja aðstæðna. Það ekki ein leið að lifa þessu lífi, en mér langar að kynna þið fyrir eins mörgum leiðum og ég get. En í þessum þætti tek ég fyrir myndlistamann. Þú til? Ok, geturðu sagt mér hvað heitir fullu nafni? Úlfar Örn Valdimarsson. Úlfar Örn myndlistarmaður sem lærði grafíska hönnun og myndskreytingar bæði í Reykjavík og Stokkhólmi. Hann vann í áratugi við auglýsingagerð og hönnun leikmynda fyrir hin ýmsu fyrirtæki hér heima og erlendis. En meðfram auglýsingagerðinni hefur hann sinnt list sinni bæði teiknað og málað, en hefur núna helgað sér listmálin alfarið í allmörg ár. Hann bjó lengst af í Reykjavík en flutti í Laugarás í Bláskógabyggð fyrir 2 árum, þar sem hann og konan hans sem vinnur með honum eru með gallerí og vinnustofu. Heyrum hvað hann hefur að segja. Geturðu sagt mér hvernig þú myndir skilgreina þig? Já, þetta vandi. Allir maður sé ekki bara í þessu rennsli eins og flestir. Maður svona búinn að taka á ákveðnum karriér í auglýsingabransa og alltaf verið með drauminn að verða málari á kantinum og þegar færi gafst þá hendi maður þessu víðar. Varstu mikið að mála sem krakki? Ég gerði talsvert að því á tímabili en svo kom einhver pása í mikið mörg ár og ég eiginlega næsta sem gerðist var bara inntökupróf í myndlist- og handíðaskólann. Þá svona dustaði maður ríkið af einhverju. En ég komst inn, kláraði skólann, tók þessi 4 ár, forskóla í 2 og sérnám í 2, auglýsingar. Myndirðu mæla með því fyrir hvern sem er? Algjörlega. Algjörlega. Af hverju? Það bara skemmtileg leið, áhugavert fólk sem að safnast á hennar lænir. Það bara mjög kreatív umhverfi. Mjög, svona, ég segi besti tími lífs míns. Það bara svo skemmtilegur hópur sem að maður datt inn í, alveg frábært. Hvað var það helsta sem þú lærðir þar? Jú, bara hvað basically þetta sem að heitir list, hvað þetta vítt og hvað þetta stinga sig niður í margar lindir á leiðinni. Þetta svo ótrúlega víðfemt, þetta svo stórir akrar. Þetta ekki, sko, þú getur endalaust fundið einhverja dítúra og sífellt verið að detta eitthvað nýtt, nýjar lausnir og kíkja á formfræði, litafræði, verkfæri, aðferðafræði, efni og öll þessi kemía. Þetta bara dásamlegur heimur og maður bara verður að vera fjandanum forvitnari til að svona ná að fóta sig og þessi hópur sem að ég datt inn í einhvern veginn. Ég held að flesta af þessu fólki hafa svona skilið að þetta bara vinnusemi sem að gildir ef maður ætlar að fóta sig. Ég tók auglýsingarnar og lagði strax mikla áherslu á teikninguna og fór í þetta sem kallað myndskreytingar eða illustration og sé ekki eftir því að svo stækkar maður þetta og fer í málverkið og það gott að hafa þann grunn. Ég sat allt sem að hét að fá að myndskreyta og teikna og teiknaði aragrú á bókakápum og bara öllu sem öfnum tjáður nefna.
En nú þetta allt komið meira og minna í tölvuna þannig en fullt af fínum illustratorum í gangi. Ég meina, var Rembrandt illustrator eða var hann bara basically málari, ég veit það ekki. En af hverju fórstu ekki í tölvuna? Ég einhvern veginn, mér fannst það heftandi eða mögulega fann maður að það yrði svona tsunami, yrði svona, já, yrði sókn í það einhvern veginn. Mér langaði bara að halda mér í handverkinu vegna þess að málverki var alltaf í bakhöfðinu. Sé ekki eftir því. Tafðist ár, var að vinna í praxís á auglýsingastofu í 1 ár og fékk síðan inni í Stokkólmi á Konstfackskólann í grafísk formgifning og tók þar massíft ár og gríðarlega góður tími, flottur skóli, mega flottur skóli sko, allt til af öllu og alveg saman hvað manni datt í huga, það var einhvern veginn allt til og allt hægt og mötuneyt í skólanum og þetta var bara, maður bara á bleiku skýi einhvern veginn. En hvernig datt þetta í hug að fara þangað? Það var eiginlega, ég var seinna að sækja það sem ég langaði í. Ég reyndi talsvert við Skotland en svo datt þetta í fangið á mig, ég var samþykkur og var bara mjög sáttur við það, það var góður tími. Og bara magnað ár. Átti leið rosalega vel þarna. Bjó hjá konu í íbúð sem að Halldóra Brím Ek átti í miðju Stokkhólms á Söder, stór og fín íbúð. Og Halldóra Brím var einn okkar fyrsti útskrifaði arkitekta kvenmaður sem að útskrifaðist. Teiknaði heilt hverfi í Stokkhólmi og alveg yndisleg kona, við urðum alveg meiri áttar vinir. En svo dó pabbi óvænt í bílslysi og ég einhvern veginn pakkaði og fór heim sko. Og þá tók þetta við bara svona að vinna á stofum, stórum og smáum og síðan hætti ég því og stofnaði eigið og ég var bara á kafi í þessum auglýsingum. Öllu sem nöfnum hjá að nefna. Og hvernig var það? Það var mjög gaman, það var skemmtileg vegferð. Mikið fyrir veitingastaði og hannaði útlit og innra byrði og ytra byrði og menjú og allt það var bara góður skóli. Það var bara hönnun, alla leið. Mjög gaman, fínn tími. Já, og svo kynnist ég konu minni. Það var mikil gæfa. Við erum búin að búa saman lengi og hún var líka í þessum auglýsingabransa alveg á fleygiferð. Þegar að hún hætti því og seldi hlut sinn þar þá rugluðu við reitum bara endanlega og hún kom með mér í reksturinn á þessu myndlistarævintýri. Og okkur hefur bara fartast vel. Þetta svolítið rekstur og gaman að þessu. En hún svona gæinn í skipulaginu og allt þetta og bara virkar alveg í botn, sko. Ég held að sé ekki allir sem átt að sjá því. Þetta dálítið rekstur, en það gaman að því. En ég held að þetta sé vel rekið hjá okkur og okkur líður vel í sveitinni. Við kynntumst nú, ég sá hann fyrst, hitt hann fyrst þegar ég var 16 ára og var að vinna við setningu með pabba mínum. Og við vorum að vinna fyrir allar auglýsingastofur í Reykjavík.
og þá var hann að vinna hjá GGB auglýsingastofu. En ég kynntist honum ekki persónulega en vann mikið fyrir hann. Svo var það ekki fyrir einhverjum 5 árum síðar eða eitthvað svoleiðis að ég fór að vinna með honum á auglýsingastofu sem hann hafði stofnað sem heit Octavo og hann seldi hana nú síðar en var ennþá að vinna þar og svo skildu leiðir aftur og ég fór að vinna annar staðar og stofnaði auglýsingastofu með vinnufélögum mínum sem ég var að vinna með þar og það var auglýsingastofa sem ég rak í 25 ár en svo einhverjum árum síðar þá hittust við aftur á förnum vegi og fórum að rugla reitum og hann átti 2 stráka og ég átti 1 og við eignuðumst síðan 2 saman þannig að við höfum 5 stráka og höfum búið saman í hvað ætla að sé það er að verða 30 ár. Nú þekkir hann rosalega vel greinilega Já. eftir 30 ár. Já. Hvernig myndirðu svona lýsa honum? Hann er náttúrulega fyrst og fremst bara rosalega skemmtilegur og blíður og hlýr og skapandi og það er bara alltaf gaman að vera með honum. Það er bara, lífið er bara litríkara alls staðar þar sem hann er. Hvernig er núna eftir að fluttu frá Reykjavík, búin að búa þar mjög lengi, hvernig var að flytja hingað? Það var ævintýri. Við höfðum náttúrulega verið að byggja sumarhús á Rangárvöllunum og dvalið þar svolítið, aðalega við framkvæmdir. Svona síðastliðin 5 ár áður en við ákváðum að flytja hingað. Þannig að við höfðum svona smá kynni á sveitinni en ekki svona samfélagi eins og er hér. En þetta er alveg bara dásamlegt að vera hér og mikill friður og ró og sköpunarkraftur og bara gríðarlega mörg tækifæri líka í svona samfélagi eins og er hér. Þó við höfum verið í yndislegu samfélagi í Vesturbæ Reykjavíkur og þekktum nágranna okkar og umgengust þá og þeir komið í kaffi og svona, að þá er þetta svona eitthvað nýtt og bara skemmtilegt að kynnast. Já. Hvað finnst þér best við að vera á þessum stað? Það er bara kyrrðin og góði grannar, æðislegt fólk. Maður er svona að kikka inn loksins núna eftir þetta COVID enn og einu sinni. Maður hafði svona satt hver á sinni þúfu þegar það var grassirandi skiljanlega. En bara æðislegir nágrannar og gott fólk, hjálpsamt og maður kemur á mölinni og okkur hefur tekið algjörlega opnum örmum. Anna er í kvenfélaginu og stórt kvenfélag og frábær félagskapur. Maður er svona tikkinn. Þið eru eitthvað búin að vinna saman, eða ekki? Hvað segir mér eins og því? Já, við unnum saman bara í einhver 2 ár í gamla daga og svo bara var ég í mínu og hann í sínu þó við byggjum saman og varum að reka heimili og ala upp strákana. En það var ekki fyrir svona 6 árum síðan að ég tók ákvörðun að hætta í mínu fyrirtæki og leita á önnur mið. Og mér langaði bara ofboðslega mikið til að vera í einhverju sem ég var að gera sjálf eins og ég hafði verið að gera áður. Og Úlfar var þá með vinnustofu á Vesturgötunni og var að vinna í auglýsingamálum og mála svona á kantinum. Og ég ákvað bara að búa til lítið gallerí á vinnustofunni hans og fara að taka á móti fólki og selja verkin hans og búa til heimasíðu og það endaði bara þannig að þó að það ætti kannski bara að vera tímabundið og eitthvað svona tilraunaverkefni að þá bara stendur það ennþá. Og hvað er það að gera í dag? Nú erum við bara að reka fyrirtækið okkar sem er myndlistina hans, að selja og markaðssetja myndlistina hans.
En svo höfum við komið aðeins nálægt ferðaþjónustu. Við vorum með íbúð fyrir ofan okkur á Vesturgötu sem við leigðum til ferðamanna og hefum mjög gaman að því að taka á móti ferðamönnum og sérstaklega samtvinna þetta tvennt, myndlistina og ferðamennsku. Og það er rosalega áhugavert að taka á móti fólki og bjóða þeim heim sem gestum og hafa líka myndlistina og þennan umræðugrundvöll og þetta skapar mjög skemmtilegt svona, ég veit ekki hvað maður að segja, já, skemmtilega samlegð. Þannig að við ætlum að fara í ferðaþjónustu hérna á yndislegu lóðinu okkar og ætlum að byrja með 2 hús í sumar og útvíkka fyrirtækið aðeins. Og er hægt að koma hingað og hvað er hægt að gera? Það er hægt að koma og gista og bara skoða myndlistina og kaupa myndlist og hlusta á Úlfar segja sögur. Eru þið með galleri hér? Já, við erum með galleri hér. Og tökum á móti fólki alltaf þegar, og opnunartíminn er bara alltaf þegar við erum hérna. En svo höfum við opin hús með reglulegu millibili og gerum eitthvað skemmtilegt. Myndirðu segja að þú værir hamingjusamur? Já, ég hef verið spurður að þessu og ég svara þessu gjarnan þannig að ef ég væri hundur þá væri róan á fullu. En ef þú fengir að koma einum skilaboðum til alheimsins, hvaða skilaboð verður það? Ég hugsa að væri að dusta svolítið rykið af náungakærleik og mannvirðingu. Hugsa það. Nú erum við bara í gallerínu okkar, galleríshlutanum, þetta er ekki stórt en samt. Já. Og hér er svona sitt lítið að hverju. Þetta er það sem þú ert að gera í dag? Já, þetta er það sem ég er að gera. Hvar farið þau innblástur? Jú, það er bara sennilega einhverja gamla rætur. Það er ég er alltaf að mála hestana og það er bara fengið talsverða athygli og mjög gaman að því, stórar myndir og smáar. En þetta er mjög mismunandi mikill munur á milli hestana og síðan þessa fíguratífu mynda. Þetta er svona fíguratíf sem er svolítið rótarskotið, það er svolítið neyðarlegt, maður flytur í sveitina og í þetta umhverfi þar sem allt gengur út á rætur einhvern veginn og gaman að því, en þetta er eitthvað sem ég hef verið að vinna við í mörg ár og við fengið bara mjög góðar undirtektir líka. Já, ég kalla þetta fíguratív sem það er náttúrulega, ég meina þetta er byggt á anatómíu og ég æfði, í gegnum ferilinn bara hef alltaf verið fíkill í anatómíu og það dæmi, ég meina þetta er mikil íþrótt, þetta er hlutfallafræði, ljós og skuggi og allt þetta og er svona, í gegnum árin búinn að vera að lenda þess í þetta svona kalla þetta rótarskotið svolítið. Þetta hefur fengið góða athygli. Og er þetta svona það sem þið finnst skemmtilegast? Já, mér finnst nú allt skemmtilegt basically sko. Ég vinn fíguratív mest í akríl, hef tekið á því í olíu líka en hestamyndirna vinn ég eingöngu í olíu sko. Og svo er silkiþrykk hérna sem við tókum á, við fórum til Aþenu og vorum þar í 2 mánuði, leigðum aðstöðu og... Hvenær? Það eru 2 ár síðan, það var í byrjun COVID. Já. Og ég hef áður tekið á silkinu, þetta er skemmtilegt, mjög áhugaverð. Þegar þú segir silkinu, ertu þá að tala um... Silkiþrykk, sko. Sem er?
merkileg íþrótt og maður 2 og 3 þrykkir og þrífur rammana á milli og eitthvað svoleiðis. Okay. En þetta við erum nánast búið með það sem við þrykktum í Aþenu, það mjög lítið eftir. Okay. Það gengið vel út, gaman. Þetta ævintýra líf. Já, svolítið. Svolítið. En hvernig gengur að hafa gallerí svona? Það svona að vakna, þetta náttúrulega, þessi COVID-tími hefur svona verið bara aktífur og í gangi frá því við fluttum, en nú það að vakna og fólk svona að kíkja. Við erum bara með opið alla daga og eftir samkomulagi og allavega. En þetta svona að skrölda í gang, að fólk viti af okkur og við erum bara svona auglýsa okkur og bara gaman. Og hvað málar þau? Ég mála hérna á bakvið. Já, höfum við sjá. Algjörlega. Geggjað. Þetta er góði klappin.